og allt svo velskreitt og alls staðar það sem eru svona mikið af blómum að það náttúrulega bara gleði í hverju andliti og ef við erum að klæðast líka svona fötum að þá þetta ekkert gleði. Þannig að við hvetjum fólk til þess að finna blómulegu fötin. Já. Herru, síðan þetta það sem við höldum áfram með þetta, þá það garðasúpan. Þetta alltaf stemning þegar að fólk hefur býður upp á súpu í garðinum. Já, þetta bara hefur mælst mjög vel fyrir og þetta alveg frá fyrstu sýningu og núna eru það nýju garðar nýju garðeigendur sem að bjóða heim og þetta var svona fyrst vorum við að elda þessa súpu og það var bara ein ríki súpa yfir alla. Já. Svo hefur þetta svona smá þróast og breyst og núna bara þeir hafa bara ákveðið budget þannig og fólk gerir bara það sem það vill. Sumir eru að baka brauð og brasa með og aðrir eru bara að elda dýrin til súpu og bjóða heim til sín í garðana og það fá allir þegar þeir koma á Blómabæ þá fá allir við inngangin sem dagskrána og það kort af Hveragerði og þessi staðir eru merktir inn á og þá bara hægt að fara þar á laugardaginn frá 17:30 til 19 og rölt á milli og margir taka bara svolítið svona rölti fara á fleiri en eitt stað og kíkja og kíkja í garða og svona. Og þarna fær fólk bara sitt ráefni og gerir súpuna sjálf. Já. Og þannig að það bara mjög skemmtilegt. Þannig að það líka gaman að fara svona milli líka eftir þetta var svona, eftir að fólk voru að gera þetta sjálf. Það var náttúrulega ekki sama ríki súpan alls staðar. Nei, nákvæmlega. Herra, svo mikil stemning sem við myndast í kringum þessa samkeppni, hvað var þar sem sagt köku ársins og nú þetta náttúrulega í þema, regnboga þema. Já, þemað í ári regnbogi, síðast var það sirkus og núna það regnbogi og við bara reynum að fara með það eins langt að við náum. Blómaskreitarnir sem ég tala aðeins eftir að þeir vinna út frá því og regnbogakakan eða sérst kaka ársins og við ákvaðum að það skildi vera regnbogakaka og það nú allir farnir að skreita svo mikið þegar fólk á námskeiðum, kökuskreitingarnámskeiðum og hefur svo gaman að því það orðið svo mikið á netinu kennsla í kökuskreitingum þannig að ég á bara vona fullt af flottum kökum og það eru veglega velun í vinning fyrir bestu kökuna. Og það það ekki að skila kökunum í matartjaldi til Almars? Já. Bakara? Það verður svona stórt matar- og markaðstjald, bara mikið af flottum aðilum að selja og svolítið svona gott matarbúr, það eru beint frá bíli, Fjallkonan á Selfossi og fleiri góðir aðilar sem eru að selja þar og svo fyrirtæki innan græna geirans og svona. Og þannig að það verður stort og flott tjald og þar koma allir þar við það rennur í gegnum það og beint út í listikart Þema sýningarinnar regnboginn heldur þá að skreitingar hjá fólki verði ekki þá litskrúðar? Ég held að þær verði mjög litskrúðar og ég alveg búin að heyra af einhverjum sem er að smíða regnbogaskilti og út í beðinn og þetta er alveg keppnis Þetta glæsilegt Já En hvað eru mínigarðar, Englaborg? Mínigarðar eru ofboðslega krúttlegir. Þetta var keppni sem var fyrir 2 árum hjá okkur og heppnaðist ofboðslega vel og það var svo gaman að heyra, það var svo mikil stemming hjá fjölskyldunum af því að þetta svona eitthvað sem fjölskyldan getur gert saman. Þá var þetta bara 30 bara einhver karfa, góðfalleg lítil karfa og þar bara byrjar að setja mosa og brasa þar og svo var verið að setja nota litla strumpa sem kalla og það var að nota Lego kalla og svona alls konar og svo var fólk líka búið að panta á netinu, það var búið að kaupa pínu litla bekki og svona búa til bara lítinn ævintýragarð. Það er bara að gera, eins og segir, 30x30 bara lítið krúttlegt, eins og segir svona dúkkuhúsagarð. Já, og það var í þarna á síðustu sýningu, það var búið að búa til tjald og búið til litla tjörn og með veiðistöng og svona sem að notuð Playmo-kallatir, þannig að það þetta tjald öllu til. Þetta er mjög skemmtilegt. Glæsilegt og er keppt í þessu eða? Já, þetta er keppni sem að er svona, hún var síðast svolítið á milli bæjarbúa en það er náttúrulega öllum frjálst að skila í þessa keppni á föstudeginum milli 5 og 6. Þannig að fólk hefur ennþá tíma? Já, og svo er bara veitt velun fyrir fyrsti, annað og þriðja sætið, flottasta mínigarðin. Glæsilegt. Það er búið að vera að tala svolítið um það sem verður á þessari sýningu, það er landart sem hefur vakið svolítið athygli. Já, þetta er nýtt og landart þau eru blómaskreitar, það er að koma til okkar 20 erlendi blómaskreitar
og svo eru 20 íslenskir blómaskreitar og í kringum það hafa aldrei verið eins margir blómaskreitar að koma að sýningunni eins og núna og aldrei frá svona mörgum löndum. Það hefur verið að komið einn hópur fyrir 3 árum frá Noregi og svona. Þannig að þetta er fólk sem að kemur hingað og kemur sér hingað sjálft og við erum með fyrir þau fæði og uppihald og svona gistingu. Svo er það að vinna að þessu verkefni og Landart er svona þau eru að vinna úr hráefni úr náttúrunni í náttúruna. Þannig að þetta á bara eyðast og þau eru ekki að nota neitt svona, þú veist, eins og þeir sem að þekka til Oasis og Víra og svoleiðis. Þannig að þau eru bara með náttúruleg hráefni og það sem við erum svona svolítið að reyna blind í sjón með, það er bara þau mæta og þau voru þeim eru útluta bara svæði, mertu þau drói í gærkvöldi, það er bara mert svæði og þetta er svona upp með gilinu, þetta er frá fossinum og svona upp með gilinu að Frost og Funa. Og þar völdu þessi bara svæði, mert frá 1 upp í 6 og svo er bara hver með sitt svæði og þarna erum við bara að ferja, bara greinar og þau vilja gras og þau vilja alls konar svona hráefni. Og þannig þau að gera bara list úr náttúrunni? Já, þarna bara búa þau til listaverk og það er rosa gaman ef að fólk hefur áhuga að googla Landart. Það fær bara alls konar myndir af hvað er búið að gera út allan heim. Já. Og Ari einmitt sagði frá því að í rauninni er Landart verk til minninga Karl heitin Sigvardsson upp á Hellisheiði fyrir neðan skíðaskálan þar sem að var raðað svona steinum upp. En er þetta ekkert sem hefur tíðkast hérna á landi? Landart? Nei, það hefur ekki verið mikið í þessu sko. Og þessna þykir okkur þetta óskaplega spennandi en þessir hópar eins og þessir útlendingar sem eru að koma þarna var farið í fyrra með sýninguna, blöð og svona kynningarefni á stórar blómasýningar úti og þessi sýning aðeins kynnt fyrir þeim og þeir setja sig í samband og hafa mikinn áhuga á þessu og ferðast svona á milli. Það er fullt af fólki sem bara hefur gaman að þau og sem reyna að ferðast á milli svæða og taka þátt einmitt í svona sýningum. Akkurat. Og kynnast þannig bara land og þjóð, þannig að það er mjög skemmtilegt. En dagskráin hefst á föstudaginn, er það ekki? Jú, á föstudaginn 4:00 á að vera setning í listigarðinum. Þá setjum við þessa garðyrkjublómasýningu. Lifandi tónlist aðeins og eftir og svona en svo þungin er laugardagur og sunnudagur frá 12 til 6 og þá er bara leið og fólk kemur keyrandi inn í bæinn og þá byrjar það að sjá þetta og keyrir upp með breiðmerkinu og svona þungamiðjan er listigarðurinn og grunnskólinn og það svæði kringum fossinn og svona. Já, þetta er allt þarna á, þetta er ekki dreift bæinn, þetta er allt á okkur svona. Já, þetta er svolítið afmarkað á þessu svæði og hringtorgi við apótekið og svona, þannig að þetta fer ekki fram hérna einum og tjaldið er hjá íþróttahúsinu, markastjaldið og svona, þannig að þarna verður opbáslega mikil líf og fjör og mikil svona markastemming. Það verður graffítlistamæður, það verður svolítið skemmtilegt, það er hann á miðjusvæðinu, hann er búin að vera með námskeið fyrir krakka í Hveragerði núna þessa dagana og enda á morgun á því að búa allir krakkandi fá stóra plötu þar sem að þau eru að búa sér til sitt verk og þetta verður til sínis. Svo ætlar þessi graffiti listamaður að vera sjálfur. Við erum búin að mála einn vegg fyrir hann bláan, þannig að ég sagði honum frá þemanu og ég vonaði að verða einhver svona regnbogi og flottar fígúrumyndir. Hann ætlar að hafa þetta mjög barnvænt og segir að þetta eftir að höfða mikið til ungu kynslóðarinnar, þannig að það er gaman að fylgjast með honum vinna hann á laugardeginum og tónlistarmaður DJ með honum og svona. Þetta verður skemmtilegt. Og svo náttúrulega á Hveragerðisbær, hann á skemmtilega sögu og sérstaklega hvað varðar listamannabær. Já. Og ég sé hérna í dagskránni að þarna verður söguganga Hveragerði. Já, við ætlum að vera með sögugöngu, eina á laugardegi og eina á sunnudegi. Og það er að gera að það er mætingu í íþróttahúsið og þetta er allt nánar auglýst í dagskráni og fara þar með fróðum manni sem að segir frá sögu bæjarins og kíkja á þessa staði. Það er mjög skemmtilegt. Eins verður önnur ganga, það er önnur á laugardegi og önnur á sunnudegi sem skógræktarfélagið stendur fyrir. Það er líka skemmtilegt að fara og kíkja á svæði þeirra upp við Hamarinn og svona. Svo eru það fræðslufyrirlestrar og við ætlum að vera með það í gamla mjólkubúðinu heitir það er á með sýningarsvæðinu. Þar ætlum við að vera með svona fræðslu bara setur. Þar verður allir örfyrirlestrar sem að fólk verður. Það er umherða og ræktun jarðarberjaplantna, matjurtagarðar og annað slíkt. Þetta er alltaf auglýst á svæðinu og það er gaman að það verður svona heila og hálfa tímanum. Svo sé ég hérna á sunnudeginu klukkan 15 að það er náttúrulega blómabæn í Hveragerði. En hvar búa blómalótir, Elinborg? Já,
Við ætlum nefnilega að komast að því. Okkur fannst þetta dálítið skemmtilegt. Það ætlar að koma til okkar, eins og ég sagði eitthvað, fróðir menn að sunnan og hjálpa okkur að finna þá. Það er búin að koma til okkar kona og svona aðeins að undirbúa sig og hún er búin að labba þarna eitt hring og sagði okkur ekkert. Við ætlum bara að vera spennt og fara með henni í þessa göngu. Og við erum búin að búa til svona lítil skilti með mynd af blómálfum og við ætlum bara að labba með henni þarna eins listigarðið og gílið og það sem að landartarnir eru og svona. Jú. Og svo bara ætlum við að merkja, hérna hann og ef hún sér, og sem hún væntanlega sér, það er fullt að þeim. Já. Þeir eru þetta? Já, þá bara merkjum við þá, svona bráðabyrjað merking með bara neglum niður, smástöður. Já. Svo verðum við að setja hann kannski lítið hús eða merkja steinana eða eitthvað. Já. Það er hún Ragnhildur Jónsdóttir frá Álfagarðinum sem sér þessa göngu, getum við sagt. Já. Þetta er skemmtilegt. Herru, svo, við getum náttúrulega verið hérna alveg endalaust, en þetta er svo svakalig dagskrá. En hvað, IKEA ætlar að vera hérna með stórútsölu? Já. Það var gaman að því. Þeir hafa ekki gert mikið af þessu og ég bara ekki áður, sko. Þeir ætla að koma í listigarðinn bara á laugardagsmorgni strax með bara stóran gám og parkar á honum þarna og Ingibjörg, Garrikstöð Ingibjörg ætlar að vera þarna líka með blómasölu og fleira. Og þarna verður bara, fullt af flottum tilboðum frá IKEA. Þannig að það er að gera að nýta sér það. Já, koma og gera góðkaup. Já. Eitthvað svona meira sem þú vilt koma að framfæri af dagskránni? Já, hvað fæ ég langa tíma? Alveg til 12, það er nægur tími. Já, það er nægur tími. Nei, þetta er ágætt. Það er bara, eins og ég segi, það er bara hvet fólk til að koma. Þetta er mikið fyrir augað og jákvætt og skemmtilegt. Já. Og að nýta sér þessa fræðslu og svona. Sundlaugin opið náttúrulega með þrautabraut. Já, hún er náttúrulega búin að gera ansi skemmtilega hluti þessi þrautabraut. Já, hún er bara mjög skemmtileg. Og bara gaman, þetta er svona smá tilbreyting við sundlaugar sem eru í annarri hverju sundlaugar og við rennibrauti segja. Og ekki má gleyma sem náttúrulega trekkir að það er Sirkus Íslands. Já. Hann verður á sýningarsvæðinu með blöðrur og fjör fyrir yngstu kynslóðina. Já, þeir ætla að vera á laugardeginum og leikópurinn Lotta ætla að vera á sunnudeginum og svona leifa fólki. Þeir ætla að vera að taka svona mínisýningu því að svo verða þeir aftur á blómstrandi dögum með stóru sýninguna sína sem þeir ferðast landið með. Og þeir ætla að vera svona svolítið að leyfa krökkum að taka myndir af sér og vera svolítið lifandi á svæðinu. Glæsilegt. Þannig að það verður skemmtilegt. Þetta er flott, Elínborg María. Takk hérlega fyrir spjallið. Já. Og þessar upplýsingar, ég sé bara góða skemmtun helgin og við hvetjum alla til þess að kíkja við í Hveragerði og það er þetta að fara inn á blómibæ.is. Takk fyrir kærlega. Takk sömuleiðis.